Þegar Íslendingarnir sem sinntu þróunarsamvinnu yfirgáfu Namibíu árið 2010 birtust aðrir í þeirra stað. Starfsmenn útgerðarfyrirtækisins Samherja. Á innan við áratug síðan hefur fyrirtækinu tekist að komast yfir og veiða hátt í þriðjung hrossamakrílskvóta þjóðarinnar. Umsvif Samherja í Namibíu eru í tonnum talið fimmtungur þess sem fyrirtækið dregur á land allan heim. Fyrirferð Samherja í Namibíu í hróplegu ósamræmi við skilyrði þarlendra stjórnvalda. Sami hópur manna og setti þessi skilyrði hefur gengið lengst í að greiða götu Samherja en leið fengið á annan milljarð króna frá íslenska fyrirtækinu. Samtökin Global Witness hafa árabil rannsakað og komið upp spillingamál víða heim. Þau kynntu sér gögn málsins og segja vísbendingar spillingu og mútur augljósar. It's hugely undermining for Iceland's foreign policy aims when a company comes in and bribes in order to get its fish quota. They're undermining the governance of an entire country. They're depriving its budget of revenues that the country desperately needs for health and education. Iceland's foremost fishing company. They should be held to high standards. Instead, they're really behaving like the lowest of the low.